Siggi, hvað hægt að segja eftir hérna 3-3 leik á móti KR? Bara alveg leikur, alveg Axon, skemmtileg mörk og bara, já, alveg leiti. Þessi mörk í fyrri hálfleik, spáið þið mikið í því fyrir leik að ná að vinna hlutkasti? Nei, við tölum bara það að vera með vind í fyrri hálfleik og ef það dettur, spá í því, ef við bara sögðum, ef við vinnum það þá verðum við með vindi. Það heyrist að þú kallar á Aron á fullu þegar áður en hann skýtur fyrir aftan miðju. Þú ert alveg að hugsa hvernig staðan þarna? Já, mér varst bara skrítið að vera ekki búin að sparka fyrr yfir hann. Þannig að það er bara glæsett hjá Aroni, þetta var bara geggja mark. Þetta var nú eiginlega bara í skeitunum, þannig að þetta var skemmtilegt. Hefur þið áður séð markmann skora? Nei, ég held ekki. Það býtur nú við. Nei, ég maður ekki. Ekki pælið. Þessar síðustu 75, hvernig leið þér? Hvernig leið mér, bara eins og ég vissi að maður myndi líða. Þeir voru alltaf að fara að vera með boltan geggjaðir. Og við vorum alltaf að fara að grænda eitthvað. Gerðu það bara vel, mér fannst leikplanið bara ganga ágætlega. Fengum breyki fyrir áleik, svektur að við sjáum ekki að klára fleiri upplöp með skoti. Leikinn er að fara í þetta bara út af því hvernig þeir spila. Þú ert alltaf með opin völl fyrir framan hann og þú geysist alltaf að stað og það er alltaf erfitt að ætla einhvern veginn að róa niður og spila þegar þú sérð heilan völl fyrir framan þig, þannig að þetta fer svolítið í þetta. Hefðum átt að nýta nokkra stöður aðeins betur og svo náttúrulega bara seinni hálfleikurinn ógeðslega erfiður og KR-liðið náttúrulega bara geggjað og við hefðum getað verið 10 og lifir, þeir hefðu alltaf haft trú að þeir myndu koma tilbaka og við erum bara búin að búa til þannig hugafar og þannig stemmingu í liðinu að þeir hafa svo mikla trú á þessu að það er viðbjóðar að spila við þetta. Hvernig er þetta að mæta lið sem kemur bara alltaf aftur á þig? Já, það er bara ógeðslega erfitt og bara þeir eru líka með, þeir eru svo hugaðir í hvernig þeir spila fótbolta og þeir eru svo, þeir þora að senda sendingar sem að aðrir þora ekki og þora að snúa í stöðum sem aðrir þora ekki og það er bara það sem að þjálfarateymið er búið að búa til hjá þeim, eitthvað svona hugrekki og eitthvað svona hugafar sem að er ógeðslega erfitt að spila við. Það voru mörg gulspjöld á lofti í þessu leik, hvað finnst þér Dómgæsluna? Já, ég meina, mér líður bara eins og að Dómgæslan hafi tapað þessu leik fyrir okkur. Öll stóru momentin falla þeim megin. Þannig að það er ógeðslega svekkjandi að líta tilbaka og líða þannig. Ég tala aldrei Dómgæslu en mér líður eins og Dómgæslan bara ráði úrslitum þetta. Þú talar stóru atvikin, það er vítaspyrnudómur, eitthvað meira sem þú ert að horfa í og hvað fannst þér þessu víti? Þeir eru að fá 2 rauð fyrir utan þetta rauða sem þeir fá. Við erum að fá víti, ég veit ekki með þetta víti sem við fáum á okkur, ég veit ekki. En öll stóru atvikin falla þeirra megin og þess vegna, auðvitað eru þeir miklu meira með boltan og fá fleiri færi heldur en við. En þegar öll stóru vafatriðin þar segja, eins og segi, þeir hefðu átt að fá 2 rauð fyrir utan þetta rauða og fyrir leiknum, þannig að þá hefðu við bara unnið leik. Út frá þessu, mér finnst þú vera að tala um mótlæti í Dómgæslunni, bara síðustu 10 mínútur korter í leiknum að fá ekki á sig 4. markið. Tekur eitthvað út úr því? Já, ég ger það Ég er bara stoltur af liðinu, hvernig við börðumst og þú veist að þetta er njaskaður hópur, búið að ganga, við erum ekki búin að sækja mörg stig, þannig að stig hérna heima allir móti KR er bara vel gert að mörgu leyti. Auðvitað horfir fólk í það, við vorum 3-0 yfir hérna og þú veist, það er bara, og vita allir sem á að spila við KR og horta KR spila, þú veist, við hefðum getað verið 7-0 yfir þegar við alltaf komið á okkur og það er bara erfitt að díla við það og mér varst þið bara að gera margt vel og ég bara leikplanið gekk að mörgu leyti upp, margir eiga bara fína framistu, pínu svektu með svona, við vorum lélegir að senda fyrstu sendingu eftir að við unnum boltan. Það er helviti mikilvæg sendinga á móti þessu liði og svo bara að klára sóknirnar, þessar fröðursóknir sem við áttum í fyrri hálfleik, sérstaklega með skoti. Hvernig bara leggst framhaldið í þig? Þeir eru núna 2 stig úr síðustu 10. Já, 2 stig úr síðustu 3, ég ætla að telja það. Ég ætla búin að gleyma hinum leikjum. 2 stig úr síðustu 3 leikjum, þannig að við erum ánægðir með það. Hefðum viljað fá 3 í dag, hefðum viljað fá okkur á þessum valsleik síðast, þannig að þetta er ekki margt búið að detta með okkur, en þú býr það til sjálfur, þannig að við þurfum að fara
Við þurfum að fá að búa til fleiri móment með okkur og fara að vinna leiki, það klárt. En með þessu hugafari og þessari vinnusemi og allt það og fá menn tilbaka á einhvern veginn plástra okkur aðeins að þá held ég að við komum mjög öflugir eftir, við erum í 10 daga pásu núna, þannig að ég held að við komum mjög öflugir út af því. Eitthvað að frétta á leikmannamálum, einhver að koma eitthvað svoleiðis? Nei, ekkert að frétta. Við erum bara að fikra okkur áfram, við erum svona að reyna að velja réttu típurnar og réttu leikmannina, þannig að það tekur bara tíma, langt ennþá í gluggan. Maður hefði náttúrulega viljað vera búin að negla eitthvað en það mögulega eitthvað í það og við erum svona bara að tekur smá tíma að finna út í. Takk fyrir þessi. Takk fyrir það.